Það bara að benda þér á að þetta einkastæði, sko. Það nóg af öðrum stæðum hérna í kring. Vinnan gaggar mannin, segir máltækið, og það vetta vinnumennirnir á Efrahvoli í Biskupstungum. Hafa þeir stritað við sláttur síðan snemma morguns. Húsfreyjan á Efrahvoli, frú Augnhildur Þorsteinsdóttir, kemur færandi hendi með ískalda mísu handa þreyttum sláttumönnum. En óhöppin gera sjaldnast boð á undan sér og það vetta vinnumenn manna best. Slættinum verður að halda áfram og freista þess að koma heyi í hús. Því fljótt skipast veður í lofti á lítilli eyju í Norður-Atlantshafi. Já, svo finnst mér gaman að fara að skauta og bara sitja og hlusta á músík og ég hef gaman að því að fara í fjallgöngur. Hvað? Nei, ég var bara að hugsa það sem við erum að fara að gera á eftir. Við verðum að bjarga Trausta. Tryggvi og bræðurnir eru á eftir honum. En hvað Hlín? Hlín er horfin. Ég er ansi hræddur að Ellert hafi rennt henni. En af hverju? Til að ná taki á innkaupum HF fyrirtæki Gunnars og bræðrana. Eftir að Össur misti minnið er fyrirtækið höfuðlaust. Komdu, Unur. Lárus er kominn aftur. Hann má ekki komast í samband okkar. Hvernig get ég treyst þér, Finnur? Það varst þú sem neyddir Kristjánu til að skrifa undir afsalið. Ekki trúa lygum Péturs. Þetta var slys. Komdu, Pétur. Gleymdu mér, Unnur. Ég myndi gera allt til að hafa dáið í bílslysinu í staðinn fyrir Erlu. Ég vil ekki lifa án Þuríðar. Ég er að verða eins og Magnús, arflaus og bitur í Luxemburg. Leiknum er lokið, Hlín. Svenni litli er búinn að viðurkenna að hann er ekki sonur þinn. Ég er ekki Hlín! 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 Gunnar, kallaðu mig vin. Ég færi þér fréttir af dóttur þinni. Borgaðu lausnargjaldið eða Finnur verður myrtur. Er Finnur sonur barónsins? Er bátur sígaunanna sýktur af vírus sem veldur tímabundnu málleysi? Fylgist með næsta þætti bílastæðavarðanna. Viltu kaffi, Gundi? Já, kannski 10 dropa. Viltu ekki bara baka fyrir hann líka? Svona. Hvernig gengur í löggunni?
Það gengur bara vel. Maður er svona að hækka sig í áliti. Það maður reyndi ekki sem varastjóri brálega. Já, þá átti hann að hafa efni á því að borga okkur þessa skuld. Já, svona, skan. Ætlar ekkert að spurja hann út í þetta? Jú. Varstjóri, segirðu? Þá ætti nú að vera gott að þekkja þig. Svona, enga spillingu hérna. Hvað er þetta? Maður get ekki múta besta vini sínum. Nei, það eru allir jafnir fyrir lögunum. Annars kom ég svona til að ræða við því hérna þennan sumarbústað sem þú átt. Já, ég á hann nú reyndar ekki. Það eru foreldrar Gullu sem eiga hann. Já, einmitt. Nefnilega við strákarnir á vaktinni við eigum sko frí næstu helgi. Já. Datt svona í hug hvort að getur kannski fengið lánaðan hjá þér bústaðinn. Já, það er nú það. Það verður ekki í lagi. Já, við skulum sjá til. Heyrðu, ég ætla að leyfa þér að smakka hérna smáraði. Nei, ekki þetta rósavín. Þannig, smakka þetta. Gamli andinn bara, manni finnst maður bara aftur komin á sogavín. Smakka þetta og segðu mér hvað þið finnst. Þetta er frábært. Hvað? Keyptirðu þetta í ríkinu? Nei, brugga þetta sjálfur. Já. Þú ert svona helvíti kræfur. Já. Það væri kannski hægt að fá hjá þér nokkrar flöskur til að taka með í bústaðinn. Já, ekkert mál, sko. Má ég hringja þér? Já, gjörðu svo vel. Minn er heiðurinn. Minn er heiðurinn. Svona, skilur. Ætlar ekkert að minnast á þessa skuld. Þetta eru 150.000 krónur. Jú, verður róleg. Og hann fær ekki sumarbústaðinn lánaðan og allra síst með einhvernum fullum lögguvinum sínum. Já, hann reyndi að selja mér brugg, sko. Svo reyndi hann líka að múta mér. Já, ég held honum hérna. Segir kannski varstjóranum að ég hafi hringt. Ókei. Jæja, Halli. Djöfull eftir þessi. Hefur reykt eitthvað í strákunum? Nei, voða lítið. Maður er nú bara bundið hérna heima, sko. Já. Þessa konur, maður. Nó, það er bara gestir. Haraldur Bjarnason. Já, það er ég. Við erum komnir hérna til að handtaka þig vegna gruns sölu og áfengu heimabruggi. Hvað? Ha? Blessaðir, pillar. Já, blessaði, Gundi. Nóg að gera? Heyrðu, hvað er að gerast hérna? Á ég að trúa þú sért að siga okkur lögreglunni, Guðmundur. Slappa þú nú af, kona. Ég er nú bara að sinna minni vinnu hérna. Þessu aumingi getur við. Gulla mín. Ætlar þetta að koma svona fram við þig? Hann er bara að vinna sína vinnu. Sjáumst, Gundi. Já, ég kem nú á stöð á eftir og legg fram kæru. Ég klára kaffið mitt bara. Haraldur, ég trúi ekki að þetta að koma svona fram við þig. Andskotar, stjöfull! Hvað segirðu? Heldur þetta verið nokkuð mál með þennan sumarbústað? Já, komið þið sæl og blessuð og verið velkomin í þáttinn Harmsögur úr samtímanum. Misskilningur lífsmíns. Misskilningur er býsna algengur í okkar daglega lífi, en hér hjá mér er Þorvarður Stefánsson sem hefur sögu að segja, Þorvarður. Já, það var þannig með mig að þegar ég var lítill, þá var mamma alltaf að brýna fyrir okkur krökkunum að vera með hjálma þegar við færum út að hjóla. Og eitthvað misskildi ég nú mömmu og heyrðist hún segja hjálmar, sem var maður sem bjó við hliðina á okkur. Og ég fór aldrei svo út að hjóla að ég væri ekki með hjálmar með mér á bögglaberanum.
Þetta alveg ótrúlegt, góðir sjónvarpsáhorfendur, hvílík tilviljun hér í sjónvarpssal vegna þess að nákvæmlega fyrir einni viku síðan kom maður í þáttinn sem hafði nákvæmlega sömu sögu að segja. En Þorvarður, við erum með leynigest í kvöld. Hefur þú nokkra hugmynd hver það sé? Já, ekki Hjálmar? Jú. Það Hjálmar og ekki bara Hjálmar heldur líka Guðmundur og Hans Hjálmar frá síðustu viku. Gjörðu svo vel! Gjörðu svo vel. Já. Gott sound. Heyrðu, hvað ertu að gera? Ég að sekta þig, þú borgaðir ekki stöðumæli. Þú ert ekki stöðumælavörður? Jú, það ég. Ég bara óeinkennisklæddur. Óeinkennisklæddir stöðumælaverðir. Nú hafa borgaryfirvöld snúið vörn í sókn. Þú ert hvergi óhultur, því allstaðar leynast óeinkennisklæddir stöðumælaverðir. Þú veist aldrei hvar þeir leynast og þeir finna þig þegar síst skyldi. Vertu ekki á vörugur með þig. Stöðumælabrot glæpur. Bílastæðasjóður. Rithöfundurinn Rán Ísberg sló rækilega í gegn með bók sinni 101 aðferð til að fara illa með karlmenn. Við tókum hús á Rán og manni hennar og spurðum hana hvort að útgáfa bókarinnar hefði breytt miklu í lífi hennar. Já, ég fræg. Ég vissi alltaf að ég yrði einhvern tímann fræg og dáð. Ég núna með aðdáendaklúbb og ég hef ekki við að svara aðdáendabréfum og spurningum hvenna listina að fara illa með karlmenn. Nú hefur bókin valdið töluverði togstreitu á heimilum landsmanna. Hefurðu áhyggjur af því að hún hafi kannski átt þátt í því að skemma fyrir hjónaböndum og svona? Fyrirgefðu, en við vitum það auðvitað allar að íslenskir karlmenn eru aumingjar sem vilja láta fara illa með sig. Þeir hreinlega bjóða upp á það. Ég bendi bara á nokkrar skemmtilegar aðferðir til þess, það er allt og sumt. Nú hefur heyrst að þú sért að vinna að sjálfsæfisögu þinni. Er eitthvað til í þeim orðrómi? Já, ég neita því ekki. Ég hef ráðið ungan rithöfund til að aðstoða mig við gerð bókarinnar. Vinnuheitið My Story. Já, þau vinna dag og nótt og hann býr nú hjá okkur, hann Doddi Freyr. Ég sé kaffið. Þetta var yndisleg ferð. Hörundstökkir þjónar á hverju strái og Pálo, leiðsögumaður, uppfyllti allar mínar óskir. Hann var hamslaus. Við vorum eins og hungruð rándýr í villtum skógi. Er Ursulun í rándýr? Já, elskan. Jæja. Nei, Siggi minn. Við vorum einmitt að tala brúðkaupsferðina okkar, elskan. Já, hún var nú alveg frábær. Já, ég skemmti mér mjög vel. Doddi Freyr. Einu sinni var Siggi svona stæltur eins og þú. Lofaði mér því að halda þér í formi svo endur ekki eins og hann Siggi. Það bara má ekki. Það er svo mikið synd, það bara má ekki.
Megum við eiga von á opinskáum lýsingum í ævisöguðinni? Bókin á eftir að vekja athygli, ég skal lofa þér því. Og þú skrifar náttúrulega hjónaband ykkar Sigurðar? Að sjálfsögðu og dreg ekkert undan. Já, ég verð að viðurkenna það að ég er töluvert spenntur. Ég hef nú ekki fengið að kíkja í handritið en ég verð bara að bíða. Þú ert í bókinni, Siggi minn, ég lofa þér því. Hún á eftir að koma þér skemmtilega og óvart. Já, það verður gaman. Loka spurning, Rán. Nú þekkjum við þig sem ögrandi rithöfund og andlit á forsíðum blaða og tímarita. En mér leikur forvitni á að vita hver konan á bak við grímuna? Það ég, Rán, viðkvæm, móðurleg og umhyggjusöm. En umfram allt, kona. Þykkt og fallegt hár? Nei, 40% polyester, 60% nælon. Þér blekkið jafnvel fagfólk með kollónum frá Glæsihári. Góðan daginn. Góðan daginn. Get ég aðstoða þig? Já, það getur þú. Áttu Sound of Music? Hvað er það? Eitthvað nammi? Ertu að gera grín af mér? Nei. Heldur ég sé einhver fíbl? Nei. Nei. Áttu þessa mynd eða áttu hann ekki? Ég skal láta það. Hún er því miður ekki til. Er ég einhver trúður í þínum augum? Nei. Finnst þér ég leiðinlegur? Ó, ekki til. Af hverju talar þú svona einkennilega? Er þetta eitthvað grín? Nei, bara... myndin er ekki til. Nú, það var skrítið, þið erum með fullt af öðrum myndum. En ekki þessa mynd. Er þetta eitthvað svona persónulegt gagnvart mér? Nei. Bara þetta er gömul mynd. Já, ég skil. Og er ég verri manneskja vegna þess að ég hef gaman af gömlu myndum? Nei, manni finnst það einkennilegt að vídeólega skuli ekki vera með svona gamla vinsæla mynd. Það er líka leiðinlegt gagnvart viðskiptavinum. En ég er sanngjarn maður. Og ég fer núna, kem aftur eftir klukkutíma. Þá veit ég að þú átt þessa mynd til. Er það samþykkt? Já, alveg sjálfsagt. Þakka þér fyrir. Mér langaði bara að segja að ég er ánægður með hvað okkur tókst að leysa þetta farsællega. Ég hlakka til að hitta þig á eftir. Í aldanna rás hafa Íslendingar lifað á viðbjóði. Því þó maturinn sé bragðvondur, þá er hann fullur af nauðsynlegum byggingarefnum líkamanns. Já, hollur viðbjóður. Viðbjóður frá Keflavíkurjógúrti er ný tegund á markaðnum. Ég kynntist viðbjóði fyrir nokkrum mánuðum síðan og í dag lít ég ekki út fyrir að vera deginum eldri en 30.
sem bragðast viðbjóðslega en inniheldur öll nauðsynlegustu vítamín sem þú þarfnast. Ég væri ekki með svona sterkt og gott hár ef ég borða ekki viðbjóð. Og svo er þetta líka svo gott fyrir húðina. Allir krakkar elska viðbjóð. Já, viðbjóður, jafn hollur og hann er mikill viðbjóður. Donator 4, The Resurrection. Líffæragjafinn 4, endurkoman. Donator 4, The Resurrection. Now he's back for his organs. Líffæragjafinn 4, endurkoman. Nú vill hann fá líffærin sín aftur. Nokkur viti þessi maður. Þetta er helviti maður. Er þetta eina svo átt? Gummi! Gummi! Komdu hérna og sjáðu. Það springur ekki á þessu. Loksins, Helgi, persónulegi trúbadórinn, nýi geisladiskurinn, óður til fjölskyldu minnar. Skilaðu því sem þú fékkst lánað, elsku bróðir minn. Þú ert kannski eldri en ég er sterkar en þú. Skilaðu því sem þú fékkst lánað, ef þú vilt ekki verða barinn. Skilaðu því sem þú fékkst lánað, annars verður blár og marinn. Lög eins og pabbi minn, þú verður drepinn, konan mín er hóra, lánaði mér peningsystir, á ég að berja bróður minn og ég seldi bílinn þinn, amma. Ég seldi bílinn þinn, amma, vegna þess að mig vantaði pening. Það þýðir ekki mig að skamma, þú ert bara kettling. Og þú hefur ekkert við þennan bíl að gera, vegna þess að þú ert að drepast úr elli. Og ég ætla núna bara að eyða peningnum, því ég á heimting á arfinum. Já, ég á heimting á arfinum. Jæja, nú er akkurat klukkustund liðin og þú ert tilbúin með spóluna, eða ekki? Já. Ha? Já, gjör svo vel. Gott. Gjörðu svo vel. Svo skila ég bara spólunni á morgun. Það er alveg óþægi. Ha? Já. Þá þakka ég bara kærlega fyrir mig. Og ég mun reyna að beina viðskiptum mínum hingað í framtíðinni. The hills are alive with the sound of you.